Bílar hafa oltið, vegum hefur verið lokað og allt innanlandsflug legið niðri vegna aftakaveður sem gengið hefur yfir landið í dag. Fyrst af veðri, innanlandsflug hefur legið niðri. Hellisheiðin hefur verið lokuð og snjóruðningstæki hafi ekki haft undan við að ryðja í óveðrinu í dag. Búist þó við að veðri gangi niður miðnætti. Hödd Vilhjálmsdóttir fréttamaður var á ferðinni í dag. Óveðri búið að geysa víða land í dag og snemma í morgun voru snjóruðningsvélar komnar á stjá til að auðvelda borgarbúum að komast leiðar sinnar. Innanlandsflug hefur legið niðri, bílar hafa oltið, björgunarsveitamenn þurftu að notast við snjótróðara til að færa starfsmönnum Hellisheiðarvirkjunar mat og Hellisheiðin hefur verið lokuð umferð vegna þess að erfiðlega hefur gengið að ryðja hana vegna veðursins. Ég væri að ljúga ef ég segði að veðrið væri frábært hér á Hellisheiðinni, en heiðin er lokuð og fjöldinn allir á mannlausum bílum setja fastir hér ofar á heiðinni. Það voru ekki einungis fólksbílar sem sátu fastir á heiðinni þar sem eitt stykki strætó var skilinn eftir þar sem hann komst ekki lönd né strönd. Björgunarsveitamaður sem vaktaði heiðina segir að allt sé búið að ganga vel en er á því að nóg sé komið að leiðinda veðri þennan veturinn. Þetta er komið nóg, við erum bara losnað við hennar snjó. Þetta er bara alveg komið nóg en þetta gengur þá getið eins og þetta er núna. Vonum bara það besta. Glerhált var á heiðinni, skyggni ekkert til að hrópa húrra fyrir, gífurlegt rokvar og nístandi kuldi. Fréttamaður komst í hann krappan á leiðinni af heiðinni þegar ökumaður misti stjórn og bíllinn snerist í heilhring. Fréttamaður og ökumaður komust í hús heilu og höldnu. Eftir ferðalokkur og fréttastofunni hingað upp á Hellisheiðina getum við fullyrt það að þessi lokatexti hérna fyrir aftan mig á fyllilega rétt á sér. Ekki vera að fara á heiðina. Ófært og illfært er víða land, einkum á Vesturlandi og Suðvesturlandi. Ekki er gert ráð fyrir að veður gangi niður fyrr en í kvöld og nótt. Milljónatjón varð á Austurlandi í nótt. Vonskuveður er nú víða land og ekki er útlit fyrir að því sloti fyrir seint í kvöld eða í nótt. Búast má við því að margir fjallvegir verði ófærir til morguns. Þungfært var á höfuðborgarsvæðinu í morgun og töluverðar tafir urðu á umferð þar sem margir festu bíla sína. Áætlun strætó fór úr skorðum tíma í morgun vegna þess að vagnar urðu innlyksa í umferðarflækjum. Í efri byggðum gekk á með blind byljum urðu ökumenn aka gætilega. Þá var nokkuð að bílar voru skildir eftir og sumir þannig að þeir heftu umferð. Og það var nóg að gera hjá snjómokstursmönnum í dag, þótt stundum virtist sem snjórinn fiki jafnóðum aftur upp á veg. Óveður hefur verið á Reykjanesbrautinni í dag. Leiðindin í veðrinu voru engu minni eftir því sem austar dró. Hellisheiðin er lokuð núna, hún er búin að loka sig klukkan 8 í gær, klukkan er 3 og það er ekkert útlit fyrir að hún verði opnuð í bráð. Fólk sem þarf endilega að komast austur fyrir fjall verður að fara þrengsla veginn. Það er 27 metrar á sekundu vindhraðan upp á heiðinni og meðalvindhraðan er svona 20 metrar. Björgunarsveitamenn stóðu vaktina við gatnamót Hellisheiðar og Þrengslavegar. Það fer enginn hérna framhjá og enginn sem reynir það. Þetta er ekki beint blíðskaparveður. Ég hef nú séð það betra, ég verð að segja það. Hátt í 30 manna hópur björgunar og hjálparsveitarmanna aðstóðu fólki 20 bílum á heiðinni seint í gærkvöldi. Þannig þurfti aðstóða einhverja síðan þetta var í gærkvöldi? Já, við höfum þurft að draga einn bíl hérna bara rétt fyrir innan, en síðan hefur enginn farið neitt að inn. Veðrið var ekki skárra á Norðurlandi, þungfært var Víkurskarð og Öxnadalsheiði var lokuð. Á Vesturlandi hefur verið ófært eða illfært í allar áttir. Hluta dagsins var ófært undir Hafnarfjalli vegna hvassviðris og hálku. Vegurinn Bröttubrekku var ófær og sömuleiðis vegurinn sunnanvert Snæfellsnes og einnig Vatnaleið og Fróðárheiði. Í Norðurárdalnum var veðrið ekki beysið. Það er allavega ekki miklar ýkjur að tala blindbil hér í ofanverður Norðurárdalnum. Því hér hefur varla sést út úr augum í alla dag og Holtavörðuheiðin hér fyrir ofan, hún er að sjálfsögðu kol ófær. Veðrið hreldi líka flugfarþega því allt innanlandsflug lá niðri í dag.